Góðan daginn öllsumul og verið hjartanlega velkomin hérna í Hagkaup í nýja verslun okkar. Ánægjulegt að sjá hvað eru margir komnir og sýna félaginu áhuga. Nú ég ætla að renna yfir það helsta úr uppgjöri sem við birtum eftir lokun markaði í gær og það tímabilið sem sagt frá 1. mars síðastliðinn til ágústloka. Og ef ég byrja á því að renna yfir helstu þætti uppgjörsins, þá var hagnaður tímabilsins 1.532 milljónir eða 4,1% af veltu félagsins. Við erum með hagnað á hlut upp á 1 krónu og 33 aura. Vörusala tímabilsins hún var 37 milljarðar 169 milljónir. Framleiðin 24,7%. Nú EBITDA félagsins á tímabilinu 2 milljarðar 378 milljónir. Heildareignir í lok tímabilsins 30 milljarðar 558 milljónir. Handbært fé í lok tímabils 2 milljarðar 188 milljónir. Eigið fé 18 milljarðar 646 milljónir í lok tímabilsins og eiginfjárhlutfalli 61%. Eins og áður sagði þá var vörusalan 37 milljarðar 169 milljónir. Framleiðin 9 milljarðar 197 milljónir eða 24,7% eins og áður sagði. Nú við vorum með aðrar tekjur upp á 103 milljónir. Laun og tengd gjöld 3 milljarðar 998 milljónir eða 10,7% af vörusölufélagsins. Þetta hlutfall var 9,2% á síðasta ári. Þannig að þar hækkun upp á 6,5% á milli ára. Við erum með annan rekstrakostnað upp á 2 milljarðar 924 milljónir. Hlutfalli 7,9% sem sama hlutfall og við vorum með árið á undan og erum þar með lækkun 8,9%. Nú EBITDA félagsins 2 milljarðar 378 milljónir eða 6,4% á fyrsta helmingi en var 7,8% árið á undan eða 3 milljarðar 180 milljónir. Afskriftir 456 milljónir. Við erum með hrein fjármagnsgjöld upp á 27 milljónir. Hagnað fyrir tekjuskatt upp á 1915 milljónir. Skatt 383 milljónir og eins og áður sagði hagnaður tímabilsins 1532 milljónir. Nú efnahagurinn, við erum með fasta fjármuni í lok tímabilsins upp á 19 milljarðar 438 milljónir. Veltu fjármuni upp á 11 milljarðar 120 milljónir, þannig að eignir eru 30 milljarðar 558 milljónir. Eigið fé, eins og áður sagði, 18 milljarðar 646 milljónir. Við erum með vaxtaberandi skuldir upp á tæpa 4 milljarða, þar af 769 milljónir sem eru næsta ársafborganir. Aðrar skammtíma skuldir upp á 7 milljarðar 940 milljónir. Þannig að skuldir samtals eru 11 milljarðar 912 milljónir og eigið fé og skuldir samtals 30,5 milljarðar. Nú handbært fé í upphafi árs var 2 milljarðar 474 milljónir og við erum með handbært fé frá rekstri á tímabilinu upp á 1296 milljónir. Fjárfestingarhreyfingar upp á 901 milljón og þar eru stærstu verkefnin verslunin hér sem við erum í. Við erum með Söruverslun sem við opnum næstkomandi föstudag í Smáralind, Bónusverslun í Smáratorgi sem við opnum fyrir tæpum 2 vikum og Bónusverslunina í Garðabæ í Kauptúninu sem við breyttum fyrir á árinu. Nú fjármögnunarhreyfingarnar eru 681 milljón og þar af eru kaup á eigin bréfum 298 milljónir. Þannig að handbært fé í lok tímabilsins var 2 milljarðar 188 milljónir. Nú eiginfjárstaðan, hún sterk. Við erum með þessa 18,6 milljarða í eigið fé og eigið fjárhlutfallið 61%.
Þannig að við erum vel í stakk búin til að takast á við þær áskoranir sem við stöndum í og höfum staðið í undanfarið. Við erum með samdrátt í sölutekjum upp á 8,7%. Ef við tökum af aflaða starfsemi þá er það 4,9%. EBITDAn fer úr 3,2 milljörðum tæpum í 2,4 tæplega og þaraf eru á milli 200 og 250 milljónir sem eru vegna þessarar aflöðu starfsemi. EBITDA hlutfallið fer úr, eins og áður sagði, 7,8% í 6,4%. Nettó vaxtaberandi skuldir í lok tímabilsins eru 1183 milljónir eða 0,23 sinnum EBITDA félagsins þegar við horfum á rúllandi 12 mánuði. Framlegð félagsins á tímabilinu hún er 24,7% og hún er nánast óbreytt á milli ára. Við erum að horfa á mikla styrkingu íslensku krónunar á þessu tímabili og gjörbreytt markaðsumhverfi. Þannig að við erum tiltölulega stolt af því að geta verið með framleiðina á þeim stað sem hún er og á sama stað og hún var fyrir ári síðan. Við horfum á það líka í þessu samhengi að það eru komnar 3 verðkannanir sem sýna að Bónus er oftast með lægsta verðið, sem segir okkur að Bónus er enn ódýrasti valkosturinn þegar kemur að matvöru á Íslandi og það finnst okkur mjög jákvætt og við erum stolt af því að vera í þeirri stöðu eftir það sem á undan er gengið. Þannig að framleiðin 24,7% sem er þá 0,1% hærra heldur en árið á undan. Við erum með verðhjöðnun og ég fer við það aðeins betur og eftir, þannig að það er samdráttur í tekjum á meðan að við erum með töluverðar kostnaðarhækkanir. Við erum með kostnaðarhlutfallið sem fer upp og er 18,6% á fyrri helmingi ársins sem er það hæsta sem við höfum verið með í þann tíma sem ég þekki. Launahlutfallið fer í 10,7%. Við erum með kjarasamningshækkanir á þessum tíma. Við erum með þenslu á vinnumarkaði og við erum með launaskrið. Á sama tíma erum við með samdrátt í tekjum, þannig að þetta hlutfall fer á óhagstæðan hátt. Við höfum verið í miklum breytingum á verslunum. Þar höfum við verið með starfsfólk í vinnu. Við erum með lykilfólk sem hefur þjálfun og þekkingu í þeim störfum sem það sinnir, þar á meðal í þessari búð. Efri hæðinni lokuðu við í ársbyrjun. Þessari hæð lokuðu við mitt sumar og við erum með lykilfólk sem við færum á milli búða og nýtum í önnur störf. Þannig að við erum með, þrátt fyrir lokanir, að þá erum við ekki með lækkun á kostnaði, en tekjurnar hverfa það tímabil sem verslunin er lokuð. Þannig að þetta hefur verið áskorun, eins og ég nefndi reyndar á kynningunni í vor, að meðan við erum í tekju samdrætti og erum með kostnaðarhækkanir innlendar, að þá er þetta áskorun að takast á við að hafa þessi hlutföll á réttum stað. Ég hef sett fram á þessum kynningum bara stærðir sem við horfum aðeins á til að bera okkur saman við. Við erum með veltuminnkun ef við tökum tillit til aflaðrar starfsemi upp á 4,9%. Á sama tímabili, í sama samanburði, að þá er vísitala neysluverðs að hækka 1,74%. Ef húsnæðisliðurinn er tekin út að þá er lækkun á vísitölunni 2,55%. Og síðan ef við horfum á meðaltalsbreytingu á gengi í okkar innkaupum, þar sem er vegið miðað við þá vikt sem við kaupum inn, að þá erum við með styrkingu á íslensku krónunni á milli tímabila 15,1%, sem er mjög mikil breyting. Við erum líka á milli tímabila að gera betri innkaup. Það eru lykil vöruflokkar í innflutningsvöru sem lækkuðu töluvert í verði á fyrri hluta ársins.
Þannig að við erum að sjá samdrátt í tekjum vegna þessa. Það sést á framleiðinni að styrkingin hún að skila sér að fullu til okkar viðskiptavina. Því höfum við haldið fram, þrátt fyrir að lenda í ágreiningi, ef ekki að segja það, við málsvara út í bæ, að styrkingin hún að skila sér að fullu til okkar viðskiptavina, sem að sýnir sig líka í að við erum ennþá ódýrasti valkosturinn í matvöru á Íslandi. Matvöruhlutin sem auðvitað það sem að skiptir okkur mestu máli og langstæðsti hluti okkar rekstrar, að ef við horfum á breytingar á milli ára, þá eins og áður sagði, erum við með samdrátt í tekjum, sölur í krónum, hún fer niður 4,8% ef við tökum tillit til aðlara starfsemi. Magnminnkunin miðað við samanburð 1,9%. En á þessu tímabili að þá erum við með fleiri viðskiptavini og það sannarlega ánægjulegt að horfa til þess að viðskiptavinum ekki að fækka. Hins vegar ljóst að það minna í hverri körfu og verðlag á hverjum hlut lægra sem gerir það verkum að við erum með lægri tekjur. Það eru 4 megin þættir sem að ég vil draga fram bara til þess að fara yfir þá þættir sem að í rauninni eru óhagstæður okkur og sýna þá óhagstæðu þróun sem að á okkar rekstri ef við berum saman þessi 2 tímabil. Að í fyrsta lagi þá verðhjöðnunin. Ég nefndi áðan að það eru 15,1% styrking á íslensku krónunni í okkar innkaupum á þessu tímabili, auk þess sem við erum að gera betri innkaup og selja á lægra einingaverði. Ég heldi líka fram að lengd tímabilsins og umfang verðhjöðnunar sé án fordæma á Íslandi og innflutningsvara hefur verið að lækka í dagvörunni, meira heldur hún hefur nokkuð tíman gert. Með sömu hlutfallslegu framleiðina þá eru færri krónur að koma út úr hverri einingu og það að hafa verulega áhrif á okkar rekstur. Í öðru lagi þá eru breytingar á markaðnum, það gjörbreytt samkeppnisumhverfi og við erum með næststærsta smásala í heimi sem hefur fest rætur á Íslandi. Honum heimilt að selja vörur undir kostnaðarverði sem hann hefur svo sannarlega gert, sem að við megum ekki gera og það mitt mat að þessi áhrif þau eru mikil og þau eru varanleg. Og við teljum að í þeirri stöðu sem upp komin og í rauninni var komin upp miklu fyrr á árinu, að þá sé frálegt að halda því fram að haga sig í markaðsráðandi stöðu. Ef það einhver markaðsráðandi á Íslandi að þá það annar aðili heldur en við. Við höfum verið að breyta miklu í félaginu og það hefur verið umbreytingaferli í gangi undanfarin rúm 2 ár, þar sem við höfum verið að taka ákvarðanir að færa okkur út úr sérvöru, loka verslunum og minnka húsnæðiskostnað hjá okkur sem hefur hækkað mjög mikið undanfarin ár. Við erum með tímabundnar lokanir þar sem við erum með án tekna en með kostnað og við höfum verið að loka búðum og leggja starfsemi af. Þar erum við með tekjur minnkun og kostnaður auka vegna þessara aðgerða. Síðan erum við á þessu tímabili með kostnaðarhækkanir, þrátt fyrir það að verðbólga hafi verið lág og tekjur að lækka vegna styrkingar á krónunni, að þá voru umtalsverðar kjarasamningshækkanir á tímabilinu sem að vega gegn kannski okkar þróun í tekjum. Auk þess erum við með hækkun á innlendu kostnaði, það spenna á vinnumarkaði, það verðbólga, við erum með verðtryggða leigusamninga, þannig að við erum með hækkun á kostnaði á meðan að tekjurnar að draga saman. Þegar allt þetta tekið saman að þá held ég að þetta verða að segja að þetta einstakt tímabil. Bæði það að það eru þættir að vinna í sikkur áttina, tekjurnar niður og kostnaðurinn upp og eins og ég segi, ungur maður eins og ég man ekki eftir svona verðhjöðnun á Íslandi
í minni tíð og ég myndi veðja á það að þetta kæmi ekki fyrir aftur í þessu magni né í þetta langan tíma. Rétt til að rifja upp þær miklu breytingar sem við höfum verið að fara í gegnum á þessu ári, að þá lokuðum við Depinarsverslunni í upphafi árs. Við lokuðum Topshop í Kringlu og Smáralind í sumar og í haust. Við erum búin að loka öðrum tískuverslunum. Eftir stendur verslun Karen Millen og við munum fara frá þeim rekstri eigi síðar en í næsta mánuði. Við lokuðum matvöruhluta Hagkaups fyrir tæpu ári. Við lokuðum Korputorgi, Outletti sem við rákum þar fyrir rúmu ári. Útilíf í Glæsibæ lokaði fyrir tæpu ári. Síðan erum við með áhrif á rekstur lykilverslana. Hér Hagkaups í Kringlunni, Bónus í Kauptúni, Bónus í Smáratorgi og Söruverslunarinnar sem við erum með lokaða enn í dag. Við höfum fækkað fermetrum tæplega 20.000 undanfarin 2 rekstrarár og við horfum fram á að fækka að minnstakosti 7.000 fermetra á næstu 2 til 3 árum með sama rekstur án þess að það hafi áhrif á tekjustreymi félagsins. Rétt til að sýna ykkur að við höfum verið að fækka verslunum. Ég ætla ekki að halda áfram að sýna ykkur þessar myndir í framtíðina með frekari lækkun heldur fer að líða því að við sækjum fram. En þetta enga síður sýnir þá umbreytingu sem við höfum farið í gegnum og erum komið með hagkvæmari rekstur og betri búðir eftir breytingar. Við horfum svolítið á það að það séu tímamót núna hjá okkur í október, að þessi umbreytingatímabili sé lokið. Það ljóst að 3. ársfjórðungur, hann kemur til með að bera merki þessara umbreytinga. Við erum búin að vera með lykilverslanir lokaðar í september og stóran hluta október. Bónus í Smáratorgi opnaði 14. október eftir breytingar. Kringlan, verslunin sem við erum í nú, opnaði síðasta laugardag og næstkomandi föstudag, seinni í þessari viku, opnum við Söru í Smáralind. Við sendum það út í fréttatilkynningunni í gær að við áætlum að EBITDA rekstrarársins í heild verði á bilinu 4.000 til 4.300 milljónir. Við lítum, eins og ég sagði á það þannig að þessu umbreytingatímabili sé lokið og við náum vopnum okkar og 4. ársfjórðungur verði svona 1. ársfjórðungurinn þar sem við erum komin fyrir vindinn og erum með reksturinn í réttu horfi. Bónusverslunin í Smáratorgi er lykilverslun hjá okkur. Hún var stækkuð tæplega 700 fermetra og er nú 2.500 fermetrar. Þetta er stærsta verslun Bónus á Íslandi. Við breyttum fyrra á árinu, eins og ég sagði áður, Bónus í Kauptúni. Sú breyting tókst mjög vel og það er nú þegar komið í ljós að sú ákvörðun var rétt. Við erum með meiri sölu og fleiri viðskiptavini í þeirri verslun. Viðtökurnar í Smáratorginu hafa verið frábærar og við erum mjög bjartsýn á reksturinn á þeirri búð. Og ég held að það sé afrek hjá Bónus, hjá Guðmundi og hans fólki að vera á þeim stað að hafa verið ódýrastur í 3 verkkönnunum og það eru bæði ASÍ og RÚV sem hafa gert kannanir, Bónus oftast með lægsta verðið, sem sýnir sér líka að kúnnarnir enn að koma til okkar, sem ég held að sé mikilvægasti hluturinn. Kúnnunum að fjölga á milli ára þrátt fyrir allt sem á undan er gengið. Það er óhætt að segja það að Bónus er í forystu þegar kemur að umhverfismálum og verslunin í Smáratorgi, hún notar íslenskan kælimiðil og hann er austan úr sveitum, koltvísýringur í staðinn fyrir freon. Það er svokölluð LED-lýsing sem við erum að nota. Við erum að nota hana líka í þessari búð. Skipholtið Bónus var fyrsta búðin sem við nýttum þá lýsingu í. Það hefur fram til þessa verið mikil fjárfesting en verðið hefur lækkað.
það margföld ending á perum og umtalsvert lægri orkukostnaður við lýsingu með þessari tækni. Það nýjung líka í Bónus að viðskiptavinir geta skilið eftir umbúðir og flokkað í þar til gerð ílát, og Bónus hefur verið í forystu hjá gámaþjónustunni þar sem gefnar út skýrslur ár eftir ár flokkun og eru þar alveg til fyrirmyndar. Þannig að þessi búð að fá mjög góða viðtökur og við erum mjög stoltir af því sem hefur verið gert þar. Þessi verslun hér, hún var opnuð síðastliðinn laugardag og við erum að fá mjög góð viðbrögð við þessari breytingu. Við erum að minnka verslunina hér í Kringlunni helming, vorum á 2 hæðum og erum komin með alla starfsemi núna hérna niður á 1 hæð. Það voru lykildeildir uppi sem við gerum hátt undir höfði. Það snyrtivaran hérna, leikföng. Við drögum úr sérvöru annarri eins og fatnaði og heimilisvöru. Og Guðmundur í Bónus, hann sagði ég held ég sé komin í fríhöfnina, þannig að hérna, ég held að það sé bara gott því að fríhöfnin hún selur vel. En síðan auðvitað gert mikið fyrir matvöruna. Við breyttum þessari búð síðast árið 1999 og þannig að það var komið tími. Við erum að nýta betur hæðina og auka sölusvæði. Við fórum inn með búðina inn á baksvæði, þannig að við erum að breyta baksvæði í verslun og höfum síðan þéttan alla, og ég hef trú á því að þessi búð komið til með að skila góðu. Við erum að fá mjög góð viðbrögð frá viðskiptavinum. Á sama hátt erum við hér með lýsingu sem með lægri kostnaði og við erum með íslenskan kælimiðil. Ekki í öllu reyndar ennþá, þið heyrðu að kælunum, þannig við erum með nokkra kæla sem við þurftum að stinga í samband, en innan skamms verður öll búðin komin á koltvísýring. Þessi verslun hún byggir á grunni sem við lögðum þegar við opnuðum Smáralind fyrir rúmu ári, og sú verslun hún hefur vakið athygli utan Íslands og var tilnefnd til verðlauna hjá Retail Week fyrir Interior Awards sem í rauninni hönnunarverðlaun innanhús, og hefur verið tilnefnd fyrir önnur verðlaun líka, fyrir hönnun og það sem við kalla effectiveness, þar sem við erum að ná að minnka sölusvæði næstu því helming í Smáralind en auka söluna. Þannig að við erum að ná meiri tekjum út úr hverjum fermetra og miklu hagkvæmari nýtingu, og markmið okkar með því að fara hér niður að gera það sama, vera með mun færri fermetra undir, þéttari deildir en að halda tekjunum að fullu. Næstkomandi föstudaga þá erum við að opna söruverslun í Smáralind. Við erum að sameina verslanirnar, þannig að við ætlum að reka eina verslun á Íslandi, þannig að við munum loka versluninni hér í Kringlu og opna stærri og betri búð. Þetta nýjasta útgáfan á söru sem kemur til með að opna, eins og ég segi, á föstudaginn. Þar náum við aukinni hagkvæmni í rekstri með lægri kostnaðargrunn. Spánverjarnir hafa lækkað verð, þannig að samkeppnishæfni verslunarinnar á íslensku markaði mun betri, og verðin og búðin held ég komið til með að koma óvart, þannig að við erum mjög bjartsýn fyrir opnuninni á föstudag, og þeir gera þetta öðruvísi heldur en aðrir á markanum. Það engin VIP-partí og ekki neitt, það verður bara opnað og það ekki einu sinni fréttatilkynning. Rétt til að segja ykkur frá því að við auðvitað fjárfestum í upphafi árs.
þar sem við keyptum svokallaða Skeifureit. Þar undirbúningur í fullum gangi og við áætlum að opna bónusverslun þar fyrir lok fyrri helmings rekstrarársins okkar á næsta ári. Þannig að við reiknum með því að seinni hluta ársins verði þessi eign tekjuberandi. Við erum mjög spennt fyrir þessari staðsetningu. Hún mjög góð og við erum vissir það að Bónus mun vera þarna með mikla sölu. Við munum endurbyggja húsnæðið eins og það var og rétt til að minna ykkur á það að þá voru tryggingabætur inni í því kaupverði sem við greiddum fyrir eignina. Ólís auðvitað stórt verkefni fyrir okkur sem framundan. Þar áreiðanleikakönnunum lokið. Það búið að senda samrunatilkynningunni inn til Samkeppniseftirlitsins. Við höfum fengið staðfestingu á að hún gild, þannig að tímafrestir byrjaðir að líða. Hámarkstíminn sem að Samkeppniseftirlitið hefur miðað við þá fresti mánaðamótin febrúar-mars. Og ég hef sagt það áður að við erum bæði að horfa til samlegðaráhrifa og tækifæri þar og ekki síður tækifæri til sóknar og lítum á þetta sem mjög spennandi verkefni. Lyfja, eins og þið vitið, það voru vonbrigði að fá ekki heimild til þess að kaupa lyfju. Við teljum að rannsóknin sem að Samkeppniseftirlitið vann, hún hafi ekki tekið tillit til þeirra gjörbreyttu aðstæðna sem eru á íslensku markaði og var því að okkar mati ófullburða, eins og við höfum sagt, og erum því vonsvikin yfir því að hafa ekki fengið að klára þau viðskipti. Rétt til þess að fara yfir og rifja upp svona helstu lykiltölurnar í olíuviðskiptunum að þar heildarvirðið miðað við kaupsamninginn 15,1 milljarður til 16,1 á heildarvirði félagsins. Við horfum á það þannig að eignir samstæðunnar verði 52 milljarðar eftir sameiningu. Eiginfjárhlutfallið 44% og skuldahlutföll þar sem að nettó vaxtaberandi skuldir eru tvisvar sinnum margfeldið af EBITu. En heildar vaxtaberandi skuldir verði 15 milljarða eftir viðskiptin. Og rétti gamans að þá önnur verkefni hjá okkur í gangi heldur en þau sem ég hef nefnt og við kannski fjöllum oftast yfir. Við höfum verið að fjárfesta í vöruþróun innandyra á mörgum sviðum, meðal annars í kjötvörum. Hagar eiga að mínu viti flottustu vörumerkin í nauti og lambi, Íslandsnaut og Íslandslamb. Íslandsnaut langstæðsta vörumerkið í nautakjöti á Íslandi. Þar vorum við með nýjungi í sumar sem voru hamborgarar og það 20% aukning á sölu á þessari vöru á milli ára og að ganga mjög vel. Við höfum verið að setja á markað nýjar vörur bæði í nauti og lambi og reyndar á mörgum fleiri sviðum og það alveg ljóst að það eru tækifæri til þess að auka þetta enn frekar og við leggjum áherslu á okkar sérstöðu og meðal annars styrkur okkar held ég að sé að 70% af innkaupapókanum í Hagkaupabónus eru íslensk vara og við vinnum mjög vel með birgjum á öllum sviðum íslenskum. Það okkar sérstaða og styrkur í þeirri samkeppni sem við erum. Þetta var svona það helsta sem að ég ætlaði að fara yfir.